þakka ykkur innilega fyrir að hjálpa okkur að halda tíma þó að voruð senkun en engunir fyrir Lilju og Safír 5,9, 5,9, 5,6, 5,9 og 5,9. En þá hún komin inn á gólfið hún Steinunn Lilja Guðnadóttir og hamingja frá Þúfu í Landeyjum 10 vetra rauð blesótt undan Sólóni frá Skáney og Þrúði frá Þúfu í Landeyjum. Steinunn Lilja keppir fyrir Hjarðartún og þú gefur okkur greinilegt merki þegar þú hefur þína sýningu og gjörðu svo vel. Þá hún Steinunn byrjuð. Hún ætlar að sýna okkur opinn sniðgang á tölti, hraðabreytingar á tölti, krossgang á feti og bakka úr kynnstöðu. Búin hérna með fyrri opna sniðganginn. Já, hann gekk vel. Hann finnst það var gott snið, góð gangtegund, fínt jafnvægi. Myndi samt vilja að hrossi myndi kvelva sig aðeins betur eins og hann gerir hér reyndar. Já. Aðeins betur, hann fór svona aðeins að reisa sig í gegnum æfinguna, reyndar í lokin hérna líka, það myndi svona virkilega skýla því að hrossi vera kveldari og aðeins virkni, en hérna aftur við með smáatriðum, en æfingin í sjálfum sér var fín, það var gott snið að þessu góð gangtegund, jafnvægi í þessu heldur reilið, þannig að það var fullt af jákvæðum punktum. Hér gerum hún hraðabreytingu á tölti, eykur hraðan bara vel. Gekk nú bara nokkuð vel. Já, ég held það. Svona fór að reisa sig svolítið mikið upp hröðuninni. Já. En hérna samt alls ekki slæmt og mjög góð niðurhæfing fannst mér í lokin. En tölti flott og takt gott og svona eykur skriflengt. Já, það var krossgangur inn. Fínn hlíðagangur og svona í þessu. Byrjar örlítið með afturpartinn eða afturhlutan á eftir sér. Nær að laga aðeins en kannski ennþá smá í lokin. Þannig að það er mjög gaman að mynda geti aðeins erfitt sjónarhorn, kannski betur að sjá á skjánum. Eins hér, við sjáum að það er svolítið greinilegt hér að hún krossar vel og fer vel til hliðar en afturpartunum með aðeins á eftir. Nær að laga samt örlítið hann undir lokin. En með svona fyrir hæstu hæðir fín æfing á mörgu leyti, en með hæstu hæðir væri svona gaman að hrossi væri beint í gegnum æfinguna og bara stillt í hnakka sem sagt engin sveigja og neitt svoleiðis. Þá gerum við næstu hraðabreytinguna. Þessu upp á sömu hendi samt. Já. Hún grittar kannski hans prógrammi í henni sko. Já. Þannig að hún þarf að gera þetta aftur upp á vinstri sem að hún væntanlega myndi í gískam gera hún núna. Akkúrat. Skemmtilegt hvað hún svona gengur meira inn undir sig þegar hún hleypir henni fram. Já. Þegar hún eykur hraðan að þá gengur hún meira inn undir sig að aftan. Svo nær hún líka mjög góð niðurhæfing, finnst mér. Það er bæði mjúkar og hrissan fer svona svolítið greinilega kreppa lendinu og litið meira aftur og hérna ganga með sem sagt þannig inn undir sig sem sagt, safna sig og litið. Já. Þannig að það er býsna gott því það er alveg krefendi að geta gert það. Þetta sýnum við okkur bakkið. Bakka nú frekar beint. Mér finnst það líka. Gengur bara frekar vel, eða ekki? Jú, það er mjög mikilvægt að með trossi verði beint, með bakki að letu taumtaki og helst ásetu bara knappans. Já. Er bara virk og gengur vel aftur. Já. Svona í fullkomna bakki á helst að vera held ég tvítaktur. Sem sagt skástaðurinn ættu að hreyfast sama tíma. Ég vona að ég sé ekki að segja neitt rangt en mér minni það alveg svolítið vel. En hérna það er mínúta, það er ein mínúta. Einhvað síður var þetta mjög gott bakk. Já. Og með trissa var beint og það er eitthvað sem er mjög erfitt oft. Að mynda að gekka inn undir sig og hafi góð áhrif út úr æfingunum. Þannig að, já, þá sýnum við bara skeið líka, þokkabót.
virkilega flott á tölti hérna eftir skeiðið. Það er alveg kraftur í þessu líka en samt mýkt og slökun þess að milli líka. Já, eins og þarna hún bara virkilega skemmtilega á tölti. Já, það var góð stjórn sko með yfirvegun í þessu. Takk ykkur fyrir, Steinun og Hamingja. Nú þau Lilja Rós og Safír hlutu 5,90 fyrir sína sýningu hérna áðan og við ætlum að fá